Jæja, velkomin í geimsýruna. Sardiníska geimsýru. Það sem þið eruð að horfa á hér er grafreitur frá bronstímanum. 1600 fyrir Krist, 3600 ára gamalt. Uppgötvað 1989, var algjörlega hulið gróðri og 4 árum seinna var búið að hreinsa hérna allt til og þrífa og gera klárt. Og nú er þetta svæði hérna opið í 1500 metra hæð. Það er laugardagskvöld og þetta svæði hérna er einstakt. Ég er í 1500 metra hæð og þetta er opið, almenning, hérna í Sardiníu og þetta er eitt af 3000, merkilegum svona megalithik struktúrum, forneskju struktúrum hérna í Sardiníu sem gerir Sardiníu ríkasta landið hvað varðar fornminjar í svona megalithik stíl. Við erum að tala hérna steina sem eru vega mörg tonn hver. Granít, hoggið til í bland við að náttúruleg lögun þeirra er nýtt. Þetta er sem sagt grafhýsi og grafreitur. Hér hafa verið einhverjar samkomur sem sagt í fyrndinni áður en að Rómverjar komu hérna og rústuðu frumbyggjum Sardiníu. Og það er smá tilviljun að segja frá því en Timothy Bellerino held ég hann heiti. Hann var sem sagt, hann var í viðtali hjá Joe Rogan og vinkona mín benti mér á þetta viðtal. Þetta var núna bara í síðustu viku og ég hlustaði sem sagt á þetta viðtal í flugulni á leiðinni sem sagt út. Og hann er sérfræðingur í risum. Hann er búinn að rannsaka risa, bæði í Suður-Ameríku, Afganistan og hérna í Sardiníu. Og hann talaði mikið Sardiníu í þessu viðtali og talar sem sagt það og búinn að taka viðtöl við menn, fornleifafræðinga og annað sem að sem sagt í hreinsunum og uppgreftri á svona fornminjum segjast hafa fundið beinagrindur af risum, 9 til 12 fet og 10 fet eru 3,2. Þetta er næstu í 4 metra langir prímatar eða manneskjur, með öðrum orðum risar. Hvað hétu þeir hérna? Klípótar eða klíkótar í Hómerskviðunni. Klípótar. Og það er kannski önnur tilviljun en þegar ég var í Danmörku hérna fyrir viku síðan áður en að við tókum flugið til Sardiníu þá fór ég og sá Ódysseifskviðu með dóttur minni og þar voru einmitt þessir risar. Það var sem sagt Ódysseifur á leiðinni heim eftir þarna Trójustríðið og hann var smástund að koma sér heim, mikið vesen og í einu atriðinu sem sagt eða úr Hómerskviðu þá kemur hann að eyju eða strönd og fer inn í helli, leit af matvælum með sínum hermönnum, sínum mönnum og þar hittaði fyrir einmitt svona klípóta eða svona risa og og berjast við hann í einhverjar 10-15 mínútur. Það er sem sagt risi með eitt auga hérna í miðunni, svona lóðrétt. En sem sagt hann Timothy vill meina að sem sagt samkvæmt því sem hann hefur heyrt hérna frá fornleifafræðingum hérna í Sardiníu að hér hafi verið að finnast mikið af sem sagt risa beinagrindum. Hvort sem það voru risar eða ekki sem að hlóðu þessa steina og hugguðu þetta til fyrir 3600 árum síðan get ég með engum móti sagt. Ég veit að Erlendur Björnsson, nágranni minn, hann skrúðgarðyrkjumeistari, hann myndi nú örugglega púla þetta frekar auðveldlega með tækjum og tólum og demantssögum. Hérna sjáum við Resturo 1993. Þetta sem tók 4 ár að grafa
þetta svæði upp. Og ég ætla að fara með ykkur hérna inn í sjálft grafhýsið og löpum hérna bakvið. Maður þarf að sýna þessu mikla virðingu. Hér sem sagt voru menn bornir til grafar. Þetta er 10 metra löng göng, allt hoggið í granít. Loftið stendur uppi. Engin mortel í neinum samskiptum. Þetta ber sig sjálft. Og eins og ég segi, maður þarf að nálgast þetta af varfærni og mikilli virðingu. Hér voru menn lagðir til hinstu hvílu saman með alls konar munum sem að myndu sem sagt nýtast þeim í framhaldslífinu, the afterlife. Það skrítin tilfinning að krjúpa hérna inni. Maður finnur sig lítinn auðvitað gagnvart sögunni og í þessu samhengi auðvitað 3600 ára gamlar minjar sem eru svo ekki neinu sem eru ekkert kannski eitthvað monumental stórt í svona tímalegu samhengi miðað við aðrar minjar eins og til dæmis píramidana í Gísa sem að nýjustu kenningar, tilgátur vilja gefa í skyn að þeir séu ekki 5-6.000 ára gamlir, heldur alveg bara fyrir hið mikla flóð, kannski 12.000 ára gamlir og Egyptarnir hafi semst erft þessa píramída. Saman með Göbekli Tepe sem að fannst fyrir einhverjum 15 ár síðan í Tyrklandi. Það var grafið, það var risastórt svona megalithic hof. Það er búið að aldursgreina það. 12-13.000 ára gamalt sem var grafið bara hulið af einhverri ástæðu og hérna ekki slemt að koma þangað. En sem sagt mikil tilviljun að ég hafi hlustað á þetta viðtal við hann Timothy hjá Joe Rogan því hann talar einmitt alveg í dágóða stund Sardiníu í þessu samhengi og hingað var ég að fara. En hér, krakkar, hér er ég og maður getur endalaust velt sér upp úr UFO og samsæriskenningum djúpryggis í svona nútímalegu samhengi en svo þarf maður ekki annað en að koma á staði sem þessa sem að einfaldlega bara afvopna mann, draga mann úr allri þessari polariseringu, aðgreiningu og draga mann í rauninni úr öllu sem að myndi skilgreinast sem kerfi, altså þá með og á móti. Ég á móti djúprygginu, ég hægri eða vinstri maðurinn á móti hinu andstæða og svo framvegis. Því hér erum við bara með eitthvað svo miklu stærra en allt hvað varðar hugmyndafræði, pólitíska, samfélagslega hugmyndafræði, viðmið, einhverja nútíma erfðavenjur. Þetta er eitthvað svo miklu stærra en það. Það er bara þannig. Ég ætla að setjast hérna niður og hugleiða í smá stund. Það er langa logn. Klukkan er að verða held ég 7-8 á kvöldi til. Það er held ég ennþá 35-38 stigi hiti. Hann fór upp í 45 gráður í dag. Þannig að maður er vel soðinn. Og ég bara finn ekki fyrir neinu öðru en alveg gríðarlegu þakklæti fyrir að fá að sjá, upplifa og finna orkuna sem að býr í þessum stað. Það er bara þannig. Þar til næst, geimsýran kveður, þykir vænt ykkur, namaste. Kannski eitt sem langar að bæta við. Ég veit að þetta sést nú kannski ekki, en sjáið þið lagið á múrnum. Það kemur í svona skeið eða svona sveig og svo kemur hérna svona angi út. Þetta sem sagt grafhýsið sjálft hérna. Og ef þið skoðið loftmynd
af þessu svæði þá líkist þetta svolítið Toyota-merkinu, svona svolítið eins og nautshöfuð með hornum og hann Timothy Beneloni, ef ég vonandi ber ég þetta rétt fram, hann mitt talaði það, hann hélt sjálfur að þetta væri nautshöfuð en svo vill hann meina í dag að hann hafi fengið bara einhverja vitrun og hann vill meina að formið séð og áðanfrá af þessu Tombe di Gigante Ozonos hofi greftrunarstað að þetta sé í laginu eins og meyjarhaft eða þetta ekki vera leg og þannig að þú ert einhvern veginn á leiðinni inn í í gegnum dauðaferlið áttu leiðinni inn í hið guðlega leg á leið þinni inn í framhaldslífið. Það allavega það sem hann vildi meina. En ég sé núna formið að því. Hann talar þetta í þessu viðtali hjá Joe Rogan og merkilegt. Herra Skunar, kveðabili, namaste.